Góðan daginn, þá erum við fara að spá í spurningasettinu eða question set. Þá ég komin inn á vinnuborðið í Inspera. Hér uppi, bláu línunni hérna, að þetta kallað flæðilína og hún skiptist í author, deliver, monitor, grade og report og þetta það sem við notum mest, að það author til að búa til spurningarnar, deliver prófstillingarnar og svo það grade sem eru einkunnirnar. Við ætlum hins vegar að búa til og skoða question set. Question sets eru hér. Ég fer inn í author og vel þar question set en ekki questions. Það sem question set gerir að halda utanum alla spurningarna sem ég ætla að hafa í tilteknu prófi. Þannig í rauninni question set bara það sama og próf. En hún ætla ekki að opna þetta neitt fyrir mér, þannig að við prófum bara aftur, ítum fastar á þetta. Og hér ég þá með öll question setið sem að ég hef gert eða ég hef aðgangað og get notað, lagt fyrir aftur eða búið til ný. Og ef ég smelli bara beint hér til hliðar, efst til hægri, að þá get ég búið til nýtt, create new. Ég get valið, hér nafnið á því, bara pröfa hérna, látum það bara heita það. Hér býðis þess að til nýjar spurningar eða næ í spurningarnar frá spurningabankanum sem að ég búin að búa til áður. Þannig þá smelli ég hér á og ég get valið spurningar sem að ég með eða einhver annar hefur gefið mér leyfi til þess að nota. Þannig að við segjum bara hérna þessi mjög fín og gerum add, þá ég búin að setja hérna inn eina spurningu og ef ég fer nú tilbaka, ég þarf ekki að gera vista eða neitt, ég fer bara tilbaka hérna á borðið mitt og fer í question set. Það var nú svolítið lengri leið, ég hefði getað farið bara beint náttúrulega í author og question set, að þá sé ég að hér ég komin með nýtt question set.